Jæja, Níls, til hamingju með Norðurlandameistaratitil í fjórgangi. Takk fyrir það. Og var ekki eitthvað meira líka? Nei, ég held það var eiginlega nóg. Já, það ekki. Allavega þetta mót. Herðu, þú hefur nú oft svona verið að berjast. Já. En er þetta fyrsta skipti sem þú vinnur þetta eða? Nei, ég vann fjórganginn á honum Reyr frá Dalbæ. Já. Í hvað ár var það? Það var allavega í Finnlandi, það er nokkur ár síðan. Já. Og svo, já, aftur núna. Já. Svo þetta, já, annað skipti. Já. Og sko, ég man eftir Viktor, hann var hérna með annan knapa og síðasta Norðurlandamóti. Já. Gekk svona upp og niður þá. Alls konar. Aftur upp og niður núna. Já. Hvernig hestur er þetta? Er hann erfiður? Nei, þetta er æðislegur hestur. En hann er náttúrulega viljur og þetta er mikil hestur. Hann hefur svo mikið reynsla, mann þarf svona aðeins að kynnast honum til að vita hvernig hann fungerar í keppni og já, það tekur bara tíma. Já. En ég er samt rosalega ánægður og dyrkar hann að hest, hann er svo æðislegur. Já. Rétt lítur og já, flottur, já, með ættina og gangtegundina og veist. Svo með tímanum verður þetta alveg meiri áttar. Já. Og þetta er náttúrulega góð uppbytun fyrir eitthvað mót sem er á næsta ári. Já, mjög. Heimsmeistarmót, eitthvað svoleiðis, er það ekki? Jú. Þetta er líka bara þriðja móti okkar, sko. Þetta er eiginlega bara byrjun, finnst mér. Og stefnan er náttúrulega á Herning hérna næsta ári, það ekki? Jú. Og ég þarf náttúrulega ekki að spyrja þig hvað er takmarkið þar? Nei, en það kemur í ljós. Hvernig þessi hesti getur farið rosalega langt ef allt gengur upp. Það er ekki spurning. Svo er bara heima að æfa og þjálfa og undirbúa sig. Og þetta hefur verið rosa fínn svona lærdómi fyrir mig. Ég hef kynnst hestin alveg geðveikt vel á þessu móti. Lært alveg helling út af, já, bara með allt sem ég hefur skeð, sko. Svo þetta hefur verið bara beint inn að reynslubankanum hjá mér. Og mótið er svona bara heildsinni sáttur við það? Já, mér finnst mótsæði geðveikt flott. Það er eiginlega allt hérna. Það er alveg, já, mótsæði er mjög flott. Mér finnst það að vera svona aðeins svo mikið rugl með prógrammi, var breytt allavega tvisvar og það er fólk búið að panta flugum í það til að koma að horfa á og svo þetta fór svona aðeins í vittleysu hjá þeim. Þetta var eiginlega ekki nóg gott. Og völlin hefur eiginlega ekki verið nóg góður, finnst mér. Alltaf mjór og þröng og já. En svo núna í úrslitum að sá motturnar undir sandinn eða hvað undirlagið er. Og það er náttúrulega ekki nóg gott. En fer þetta ekki í reynslubankan hjá þeim? Jú, það lítur að vera. Það lítur að vera, jú. En þá ekki þetta hafið þá gert núna heldur en? Heldur en á næsta ári, jú, ég er alveg sammála því. En samt, eins og allavega þessi hestar, við leggjum svo mikið vinnu og peningar í þetta og þá er þetta svolítið spes að undirlagi er eins og það er. Já. Meðan við hvað verð er á hestarna og svo framvegis. Og svona talandi um það, hvað er verðið á hestum í dag? Já, hvað er verðið á hestunum í dag? Nú hefur náttúrulega farið, hvað ég segja, mikið af góðum hestum með eftirspurn eftir alvöru keppnishestum. Já. Og þeir eru að vera dýrar og dýrar, eða ekki? Jú, það virkar þannig. Mér finnst að þetta er orðin alltaf dýrt, sko. Já. Bara eiginlega geðveikt. Já. Og líka með að það þýðir ekki bara að kaupa sig góðan hest heldur. Man þarf að leggja svo mikið annað undir til að ná árangur. Já. Og finnst þér kannski vera að breikka bilið á milli, hvað við segja, breikka dýrari hestar að vera dýrari og jafnvel þá meðalhestar að vera ódýrari, eða hvað er tilfinningin úti? Já, í rauninni, út af því að þessi meðalhestar eða þessi lélega hestar, það er engin sala á þeim. Allavega eins og ekkert í Noregi, það er ekkert að skemma þessi röst, sko. Ekki neitt, eiginlega. En vantar góð hross? Já. Það eru allir að spyrja eftir hestar sem getur farið haft í keppni og svo, já. En fólk er til í að leggja mikið vinnu í þetta líka með kennslu og, já, ýmislegt.
svo það vandar eiginlega ekki. Nægur áhugi. Takk fyrir spjallið Níls og bara innilega til hamingju aftur. Takk kærlega. Góða ferð heim. Takk.